Beygir þú inn á braut Guðs í dag. Læt blóðið kraft, frelsandi kraft. Á bjargi frelsisins byggðu þinn hag. Því blóðið á sýrandi kraft. Beygir þig synd og blindari hvar. Læt blóðið þig kraft, frelsandi kraft. Þá ber þeir engur reiskuna hann. Því blóðið á sýrandi kraft. Það sigur, sigur, sigur kraft að fá. Takk Jesus, halleluja.
Gaman að sjá okkur á samkomu. Það eru mismunandi öfl í gangi hérna upp á sviðinu. Dóttir mín sagði miðaldra kom í heimsókn þegar ég valdi þetta lag á hann. Ég er búin að græja hérna olíuna, þið vilja henda ykkur í bænalínu Það eru samt einhverjir sem að fíla þetta, ekki? Það eru gömlu lögin, nákvæmlega, sérðu? Ég veit hvað ég er að gera. Hlaupa hringinn og bara að gera. Men það er alltaf fyrir einhvern, skilji. Það er aldrei hægt að velja bara lög sem allir fíla. Og en mér finnst gaman að þessu gömlu lögum. Þessi lög voru gömul þegar ég kom í kirkjunni, svo þau til. Og mér fannst þau rosalega hallaríslega þá, en einhvern veginn elska ég þau núna. Og mér finnst gaman að þessu lögum og strákarnir að poppa þetta upp og þetta verður svona svolítið nútímalegt og skemmtilegt. Það er gaman að lofa Guði í gömlum, nýjum og bara allskist lögum. Ekki rétt? Amen. Ég er glaður með þetta, þótt að ég sé miðaldra. Gerði óspart grín að mér hérna á það. En við skulum biðja saman. Við langar bara að bjóða okkur öll velkomin á samkomu og líka þið sem eru að fylgjast með í gegnum netið, bara velkomin. Við ætlum að njóta þess að vera saman hér í dag. Við ætlum að njóta þess að lyfta upp nafni hans, í Jesú nafni. Halldór og Lára ætlar að tala til okkar á eftir. Ég veit að það verður gott. Hann lofaði mér því. Er það ekki, Halldór? Nákvæmlega. Það er eins gott að standa við þetta. Það er gott að hafa gaman í húsi Guðs. Og ég fann, þegar ég kom hér í dag, að mér fannst einhvern veginn bara, mér var svo gott að koma hérna inn. Mér var svo gott að maður er svo mikið í vinnunni og með allskyns amstur dagsins á hausnum að fá að koma hérna inn, leggja þetta hliðar og fá að lofa Guð, fá að taka þátt í lofgjörð, fá að hitta ykkur og vera með ykkur og fá að finna og sjá hvernig Drottinn er að starfa. Það er þvílík forréttindi. Og við eigum að njóta þess og við eigum að vera þakklátt fyrir það í Jesú nafni. En við skulum biðja saman, lyftum höndum okkar aðeins og bara helsku Drottinn, takk fyrir það að þú ert hér, takk fyrir það sem þú ert búin að gera og takk fyrir það sem þú ert að fara að gera, Drottinn. Okkur langar bara að segja þér með lofgjörð, Drottinn, með upplyftri hönd, með hverju sem er bara hér í dag, Drottinn, að við elskum þig, Drottinn. Við þráum, Drottinn, meira af þér, Drottinn. Við þráum að sjá þig gera eitthvað stórkostlegt í landinu okkar, í kirkjunni okkar, í lífum okkar, Drottinn, í lífum annarra, Drottinn. Í hinum kirkjónum, Drottinn, og út allan heim þráum við að sjá eitthvað stórkostlegt gerast, Drottinn. Við þráum að sjá tákn og undur þín, Drottinn, verða veruleika í heiminum í dag, Drottinn. Bara vertu velkomin hér á meðal okkar, Drottinn. Og þegar við lofum því hérna, Drottinn, þá bið ég að þú snertir við einum og sérhverjum. Ekki bara hér inni, Drottinn, heldur þá sem eru að fylgjast með á netinu núna og þeir sem eru jafnvel að horfa á þetta eftir marga mánuði, Drottinn, þá nær smurningin í gegn, Drottinn, og þú snertir við og þú læknar fólk, Drottinn. Þú leysir það, Drottinn, það Drottinn fær að taka á móti þér, Drottinn, það fær að læknast að sérhverjum krankleika, Drottinn. Ég bið þess í Jesú nafni að kraftur þinn fá að starfa, Drottinn, í Jesú nafni. Og allir líðurinn sagði, Amen. Halleluja. Stórkostlegur Guð sem við þjónum. Stórkostlegur Guð. Hann er svo stór og hann er svo stórkostlegur. The splendor of the King, clothed in majesty. Muni þetta þessu. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead three in one, Father,
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah! You're the name above all names, and you're worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names, and you're worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Syngjum við þetta saman. You're the name above all names, and you're worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Syngjum við þetta einu sinni. Halleluja. Þú ert nafn öllur maður. You're the name above all names, and you're worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Halleluja, Jesus. Gríðarlega fallegt lag og það er svo gaman að lofa Guð á þennan hátt. How great, hversu stórkostlegur ertu Drottinn. Halleluja, Jesus. Kamil ætlar að leiða okkur í næsta lagi. Syngjum saman. Tökum þátt í lofgjörðinni í dag. Og bara segjum honum, bara okkar hátt. Það þarf ekki að vera með uppir eftir í hönd. Það þarf ekki að vera eftir einhverju formúlu. Það getur verið hvernig sem þú vilt. En bara beinum hjart okkar og huga til hans í dag. Með þakklæti í gegnum lofgjörðina og það sem fyrir fram í dag. Segjum honum bara, elsku faðir, ég elska þig. Takk fyrir að þú komst inn í líf mitt. Takk fyrir að þú ert hér til staðar. Takk fyrir að þú ætlar að leysa úr þessum málum sem ég er með fyrir fram á mig núna, Drottinn. Takk fyrir að þú ert stórkostlegur Guð. Takk fyrir að þú ert máttugur Guð. Takk fyrir að þú ert kærleiksríkur Guð. Halleluja. Við getum sagt honum allt þetta. Öll þessi orð er einhvern veginn hægt að segja í lofgjörð þegar maður bara gleymir sér í lofgjörð. Má ég heyra með? Halleluja. Gerum það í dag. You were the one in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of
Jesus, you brought heavens down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Ég lofa þig heila í Faðir Jesús. Helgist þitt nafn, Jesús. Not hold you, the veil tore before you. You silence the boast of skin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever
Halleluja, Jesus. Lyftum höndum okkar. Halleluja, drottin. Þú ert verður að vera lofaður, drottin. Halleluja, Jesus. Já, þú ert verður, drottin. Halleluja, þú ert heilagur. Þú ert heilagur og þú ert stór, drottin. Halleluja, Jesus. Heilagur, Jesus. Halleluja, Jesus. Worthy is the Lamb. Ó, já, verðugur. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Halleluja. Worthy is the Lamb. You are holy. Stórkostlugu drottin sem við þjónum, halleluja. Halleluja, nafn sem öllum nöfnum aðra, halleluja. Nafnið Jesús, halleluja. Halleluja, nafn sem öllum nöfnum aðra, halleluja. Takk Jesús. Takk fyrir nærverðuna, takk fyrir þá sem þú ert að snerta hér í dag, drottin. Við elskum þig og við elskum þetta nafn, drottin. Halleluja, Jesús. Þvílíkt og annað eins að finna fyrir nærveru þinni, drottin. Vertu bara svo hjartalega velkomin hingað inn og heilagur andi, ég bið þig að viltu taka stjórnina hér í dag og viltu snerta við einum og sérkunni hér í dag í Jesu nafni. Halleluja, Jesus. Og drottin, í þínu Jesu nafni þá bara býð ég út blessun, drottin. Í nafni þínu Jesus þá býð ég út blessun yfir einn og sérkunni, drottin. Og ég bið að drottin, viltu auka við okkur land hér í dag, drottin. Ég bið að viltu blessa okkur og auka við okkur land í Jesu nafni, drottin. Halleluja. Látlaust vil ég lofa, lausn og frelsi, veitir þetta nafn frá synd. Halleluja. Fjöldans nafn mun fölna, munið færa nafn hans hljóma og það lýsir mönnum leiðum ógrið fjöll. Halleluja. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafnið Jesú færa, nafnið Jesú fyrir, nafnið Jesú á ég líf í dag. Innan skams mun opnast perlu hliði, ég geng og lít hans aulit undir blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast, á Golgatan gaf anda sinn. Til að gæti ég og þú séð himininn. Takk Jesús. Nafnið Jesú færa, nafnið
Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Þetta lag. Það var svo lengi sem við erum búin að syngja þetta í svo mörg ár. Þetta eldgamalt lag og það eru svo mörg ár sem ég gat aldrei sungið almennilega með þessu lagi því að alltaf þegar ég byrjaði að reyna þá byrjaði ég bara að gráta. Það er eitthvað við þetta lag. Það er bara eitthvað, þú veist, við þetta lag. Og það er náttúrulega, þetta er svo bein lofgjörð til hans, bara nafnið Jesús. Og alltaf þegar að koma þessum kafla, þú veist, í mörg ár, að þá datt ég alltaf út. Ég var alltaf í bakgröndum og ég datt alltaf út. Og ég grét bara. Og tárin bara runnu og ég gat ekkert annað. Því að mér finnst þetta eitthvað svo óbúslega stórkostlegt. Ég var að syngja þetta einu sinni saman. Nafnið Jesús, bara kórinn. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Einu sinni. Nákvæmlega. Það er vegna nafnsins Jesú sem við eigum líf í dag. Halleluja. Halleluja. Takk Jesús. Mér langar að fá Jónu til að leiða okkur í lagi sem ég veit ekkert hvort að öll ykkar þekkja en örugglega þið sem eru búin að vera lengi. Þetta er kannski ekki lag sem hefur alltaf verið notað í lofgjörðinni og meira kannski verið notað sem sérlag en textinn er einmitt, það er kafli í textanum sem mér finnst alveg magnaður sem einmitt fjallar það þegar við höfum tekið, ég og þú höfum tekið á móti nafni Jesús, þá eigum við eitthvað að gefa og textahöfundurinn að ströggla við það, þú veist, bara ef ég gæti samfært þig, bara ef ég gæti sagt þér frá og þú myndir skilja það sem ég er að reyna að segja þér og þú tækir bara eitt skref út á vatnið, halleluja. Þá myndir þú fá að upplifa það sem ég er búin að fá að upplifa og það sem þið eru búin að fá að upplifa og það er stundum langar manni svo óbúslega til að geta tekið viðkomandi og bara hrista. Ég lenti í því elsku vinir að fara á dánabeði hjá einum núna nýlega þar sem ég var kallaður til og til að segja frá og viðkomandi bara ósa vel gefinn læknir, hann dó núna fyrir einhverjum 2-3 vikur síðan og bæði ég og einu bróðum við fengum tækifæri til að fara til hans og þetta er ekki eitthvað sem betur fyrir er ég ekki forstöðumaður því að þetta er eitthvað sem mér finnst erfitt, bara alveg hrikalega erfitt og að segja manni sem liggur frá fyrir dauðanum finnst mér svo mikilvægt og ég reyndi þess ég gat en stöðugt vildi hann fara að rökraða við mig. Hann má segja að greindans og menntun hafi þvælst fyrir honum þarna. Og hann vildi bara ekki geta skilið það og það væri til Guð á himnum sem elskaði hann og væri tilbúin að taka á móti honum í. Nú ég veit ekkert hvert þau sáðkot fóru og við treystu því að drottinn hann lætur þau sáðkot sem við tölum út fara á þá staði sem það á að fara og ég verð að treysta því. En mér fannst þetta erfitt. Og ég sé að textahöfundurinn í þessu lagi, hann er að ströggla við þetta sama. Þú veist, ef ég bara gæti fært þér frelsið, ef ég ekki bara gæti sagt þér frá, og ef þú tekir eitt skref út á vatnið, þá myndir þú líka sjá. Má ég heyra með? Og þetta er hlutverk okkar allra. Þetta hefur ekkert með pallin eða sibbu eða okkur að gera, jú líka. En þetta hefur með þig og mig sem ert að heyra orð mín hér. Við eigum þetta í hjartanu og okkur ber skylda til þess að tala þetta út á ögur stundum. Halleluja. Og oft fáum við tækifæri og oft er það erfitt og við hlaupum fram hjá þeim. Ég bið bara og ég talaði út núna bara megum við ekki beygja frá því þegar að stundin kemur að segja frá. Má ég heyra með? Við veginn heitir þetta lag, við skulum lofa Guð saman í þessu lagi. Amen.
Ég skildi þig eftir við veginn, þar sem eitrið við búans fró. Hún sór, hún sárt viðlagði, sjá lígi þegar vinur minn dó. Mín leið lá breið götur lífsins, svo lengi var sála mín þyrst, og ég væri ennþá við veginn, en við hefðum aldrei hist. Ef ég gæti fært þér frelsi og falið þig drottins sín, ef þú stígur skref út á vatnið, þú aldrei segir eftir því. Ef ég gæti fært þér frelsi og falið þig drottins sín, ef þú stígur skref út á vatnið, þú aldrei segir eftir því. Þú Halleluja, Jesús. Það er þessi kafli í laginu sem ég er að tala um, sem að hitti mig einhvern veginn bara í dag. Halleluja. Ef ég gæti fært þér frelsið. Það er svo mikil angist í þessari setningu. Halleluja. Það er angist predikarans, það er angist lofgjörðarleiðtogans, það er angist þeim sem er að boða trúna. Hvernig get ég fært þér frelsið? Hvernig get ég samfært að það sem að ég á í hjartan og veit að er satt, hvernig get ég sýnt þér það? Halleluja. Það eru margar leiðir. Ein leiðin er, og en öflugasta leiðin er leið vitnisburðarins hver þú ert og hvernig þú lofar Guð. Halleluja, hvernig þú átt við erfiðleikana sem að koma gegn þér í lífinu. En ef ég geti bara falið þig örmum drottins í, þá getur þú kannski bara stíð skref út á vatnið. Að stíga skref út á vatnið er trúarskrefið sem er verið að vísa til. Þegar hann fór úr bátnum og hann tók trúarskrefið að setja löppin á vatnið svo hann geti gengið á vatnið alveg eins og Jesú. Þetta er trúarskrefið. Og ef þú tekur þetta trúarskref, þá muntu aldrei sjá eftir því. Vegna þess að þú eignast eilíft líf með honum og ég heyra með henn. Halleluja. Ef að heyra Jóhannes syngja þetta einu sinni enn. Halleluja.
fylgdi þig eftir við veginn, þar sem eitriði mig búast frá. Hún sór, hún sá við lagðir, sjá lígi þegar vinur minn dó. Ef ég gæti fært þér frelsi og falið þig hörmum Drottins sín, ef þú stígir skref út á vatnið, þú aldrei sæir eftir því. Þú aldrei sæir eftir því. Þú aldrei sæir eftir því. Halleluja, takk Jesus. Þetta lag bara funkar ágætlega í lofgjörð. Halleluja, Jesus. Þvílíkur Drottinn sem við þjónum og trúum. Halleluja. Og vitið það, hann hér í dag. Ég veit hann að eiga við einhverja hér í salnum og hann pottþétt að eiga við einhverja sem eru heima og að fylgjast með, því að nærvera Drottins hér. Og hún kemur aldrei bara til þess að veita einhverja gæsahúð eða bara að því bara. Hann kemur alltaf með sinn heilaga anda til að vinna eitthvað verk. Og verkið í þér, elsku vinur. Hver sem þú ert, bara takt á móti og leyfðu Drottinn segðu bara já, amen Drottinn. Ég þrái að þú klárir það verk sem þú hafið í mér, Drottinn. Og ég bið að Drottinn viltu blessa mig og auka við mig land. Þvílíkt öflug bæn sem við lærðum einu sinni. Jabesarbænin. Blessaðu mig og auktu við mig land. Ég nota þetta rosalega mikið þegar ég að biðja. Ég biði þetta yfir börnunum mínum. Og ég biði þetta yfir okkur og bara lífi okkar, hjónunum og fyrirtækjum okkar öllu. Ég nota alltaf þessa bæn. Blessaðu mig og auktu við mig land. Sibba. Takk, Jesús. Hann reyndar líka segir og bægðu allri ógjafi frá. Og hann ítrykkar aftur, þetta pínulítið bæn í Mósebókunum og það stendur síðan hérna og Drottinn heyrði bæn hans og veitt honum það sem hann bað og hann var alveg ríkulega blessaður, hann Jabes. Út af því hann horfði á Guð. Takk Jesús, ég var að hugsa vá, þetta lag, Jóna, þetta grínast. Ég man þegar við gáfum út þetta lag fyrir mörgum ári síðan, örugglega 20 ár síðan. Hvað þetta blessaði mig mikið þá, en þetta blessaði mig enn meir í dag. Það einhvern veginn, hann svo komið í gegnum, þið vitið, reynsluna, það kemur einhvern dýpri meining í öll lög. Og mér var hugsað til þess þegar vorum að syngja þetta lag að það ákveðin vakning að þessi stað í heiminum í dag. Og sérstaklega af öllum stöðum, þá voru hún eiga sér stað í Hollywood. Það gríðarleg vakning. Fólk að stíga fram og viðurkenna Jesú Krist sem persónulega frelsara sinn. Og mér finnst þetta magnað. En það sem ég óttast á sama tíma, hvað heitir hann? Kanye West að gefa út plötu sem heitir Jesús konungurinn. Og vitið það, kritikinn sem að fá ekki frá ófrelsuðu fólki út úr heiminum. Það frá kristnu fólki. Og vitið, þetta bara brýtur hjarta mitt. Hvað að frétta? Hann ekki þess verður að vera frelsaður af Jesú? Hann komið það langt eitthvað út að hann ekki marktækur? Hvert erum við komin? Og við gleymið í stundum, vitið það var the establishment sem að drap Jesú á sínu tíma, farisearnir. Og við eigum svo mikla, við höfum tilhneigingu til þess að verða farisear. Við erum allt í einu farin að setja einhverja reglur það, hverja Guð getur notað og hverja ekki.
Staðreyndin svo að hann notar ótrúlegasta fólk. Og ég virkilega trúa því, ég mjög mikið búin að vera að fylgjast með honum og hann kom fram bara, núna bara í viðtali í vikunni þar sem hann var að segja frá því, ég meina einu sinni taldi hann sig vera Guð. Hann var alveg þar, hann var bara farinn. En núna hann að segja, vitið þið, ég bara auðmýkt mig undir Guðs voldi og hönd og ég ger mig grein fyrir því að Jesús konungurinn. Hann með frelsari og þvílíkur vitnisburður. Og við erum að tala Blake Shelton og hérna Gwen Stefani, þau fara á kirkju hverjum einasta og þau tala opinberlega þetta. Og ef að við vinir ætlum að vera að gagnrýna þetta fólk og segja nei, þau ekki nógu góð til þess að vera að tala Jesú eða tala Guðsríkið. Hvert erum við komin? Við þurfum að passa okkur. Við þurfum að blessa það sem að Guð að gera og lyfta þessum einstaklingum upp. Og talandi að skilja við veginn. Ég er svo hrædd þegar fólk kemur svona fram og það upplifir svona mótstöðu. Þið vitið, hvað ef að hann bara herði fyrir ekki, ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Við eigum að blessa hann og við eigum að biðja fyrir honum. Því að hann að opna dyr fyrir svo marga sem að ég get aldrei nálgast og við. En hann getur náð til, þannig að við eigum að biðja fyrir honum. Og hvetja hann áfram og tala vel það sem að Guð að gera í gegnum hann. Ég vil að við séum kirkja sem gerum það. Við staðsetjum okkur í kærleika. Er ég ein eða hvað? Nei, mig grunaði það. Ég held að við séum þannig öll. En mér langar til þess að kannski varpa ljósi núna á GLS sem framöndan. Ég ætla að biðja þig vinur mínum að koma fram. Sá þig hérna allt í einu. Það er GLS, Global Leadership Summit næstu helgi. Og þetta er mögnuð ráðstefna sem að hjálpar okkur að vera betri leiðtogar. Og þú getur hugsað, byrju leiðtogar, ég er ekki leiðtogi. Við erum öll leiðtogar í okkar eigin lífum. Og það er svo mikilvægt að við séum besta útgáfuna sjálf okkur. Og ég er búin að fara á þessa leiðtogaráðstefnu í örugglega 10 ár, fór einu sinni út í Bandaríkjunum og ég var á ráðstefnunni sjálfri, 2015 og 2016 og það var magnað. En nú er komið á ráðstefnuna þessi ári gjörsvel. Takk. Ég veit ekki hvað ég get sagt mikið meira en hún fyrst. Hún er búin að fara 10 sinnum. En gott að blessa, látum á að reyna. Komið öll sæl og margblessuð. GLS er sem sagt 50 og föstudag og laugardaginn í þessari viku þá. Fyrst að komið sunnudagur. Og hún eiginlega stal sales pitchinu sem það að við erum öll leiðtogar okkar eigin lífi. En það er bara gott kom með það, því það sýnir það ekki bara ég sem sölumaður að selja ykkur einhver hugmynd. Heldur það raunverulega það sem þetta gengur svolítið út á. Því við erum ekki bara að leiða, framkvæmdastjórar vissulega leiða kannski fyrirtækið, en við hljótum öll að leiða eitthvað, ef ekki fjölskylduna, ef ekki vinnuhópin sem við vinnum með, þá allavega okkar eigin líf. Og ég veit ekki með ykkur, en þó ég sé kannski blessaður af almættinu, þá finnst mér stundum gott að fá auka hjálp. Svona bara til að verpa skilning á ákveðna hluti. GLS hefur komið mörgu í svona, rétt sjónarhorn fyrir mér. Setja sér takmörk, kunna meta nýliðana, kunna meta heildina í hópnum. Fatta það að alveg saman hversu gáðar ég og ég skal viðurkenna það, ég stundum svolítið hrókafulli með hvað ég rosalega klár. En ég þurfti þá líka að læra það að ég væri það. Og GLS, tvímælalaust, opnar augu okkar fyrir svo mörgu. Það eru þarna leiðtogar að tala, Sheryl Sandberg til dæmis, sem hafði mest áhrif á mig í fyrra. Flestir hrista hausinn, hver ósköpunum með það? Jú, hún er númer 2 í Facebook. Og það er nú eitt stærsta fyrirtækið í heiminum þessum seinustu árum. Og hún að tala og segja okkur af hverju hún jafn góð og hún er. Hvað var til þess? Hverju getur hún deilt með? Og í ár Chris Voss, sem samningamaður hjá FBI í 22 ár. Daniel Strickland. Þeir sem veit ekki hver hún hjálpraðisérinn, einn af þeim sem eru mest áberandi þar í 22 ár sennilega. Og fullt af fólki sem hefur gert eitthvað stórt, eitthvað merkilegt og vil deila því með mér og ykkur og segja hvað lærðu þau á sinni leið. Hvað var til þess að þau urðu góði leiðtogar og hvað getum við gert til þess að vera það líka. Þannig að GLS, föstudag og laugardag í þessari viku, þeir sem hafa ekki kynnt sér það, gls.is, GLS Ísland á Facebook. Svo heyrist mér Sibba vita eitthvað aðeins þetta. Þannig að ég ætla að skilja nokkuð svona spjöld eftir frammi, það nú bara til að minna ykkur á þetta. En endilega ef þið eru leiðtogar í einhverju eða viljið vera betri í einhverju, kíkið þið.
Þið tapið ekki á því. Takk æðislega fyrir mig. Amen. Ítrykka það, þetta magnað tæki og tól til þess að verða betri útgáfa okkur sjálfur og þetta allt byggt á biblíulegum prinsipum. Þetta sem sagt kirkja Will og Creek, hún hefur farið fyrir þessu og við erum að tala stæðstu nöfn bara í heiminum hafa komið þarna og verið með fyrirlestur og þetta allt á biblíulegum prinsipum. Besta sjálfshjálparbók sem að til í öllum heiminum heitir Biblían. Og Dale Carnegie, við þekkjum það þetta námskeið sem hefur farið fram fyrir fólk að vera besta sjálfshjálpar námskeið sem að til hann var dýrlega frelsaður einstaklingur, Dale Carnegie. Og tala nú ekki sporavinnuna í þetta allt byggt á Biblíunni. Hvert haldið að við fáum alla þessa visku? Þetta bara beint hérna. Þannig að, þú veist, og svo gaman líka að sjá öll þessi stóru nöfn, þetta allt fólk sem dýrlega frelsað. Mér finnst það líka alveg magnað. Með svona magnaðan bakgrunn og bara lætur til sín taka á öllum sviðum. Það það sem við eigum að gera. Við eigum að sigra þetta land í Jesú nafni. En við ætlum að taka fórn. Þarna bæn Jabesar. Og Jabes ákallaði Guð Ísraels og mælti: blessa þú mig og auk land við mig og verð hönd þín með mér og bægð þú ógjafinu frá mér svo engin harmkvæli komi yfir mig. Svo reyndar stendur aftur og blessa þú mig aftur. Blessa mig, 2 sinnum. Þannig að í Jesú nafni rísum á fætur, biðjum Drottin að blessa okkur og ég ætla að biðja Guð sérstaklega að blessa fjármálin hjá okkur í dag. Því ég trúi því, margir vil ekki tala peninga í Guðsríkinu, ég trúi því að Guð hafi áhuga á öllu okkar lífi. Þú veist, það alveg sama hvað það og Guð, hönd hans ekki svo stutt, hann get ekki ná til okkar hvað varðar þessi mál, sérstaklega fjármálin. Og Guð vill ekki að við sem að ströggla á þessu sviði. Það gnægð og það nóg til hjá Guði. Þannig ég bið Drottin, ég biði Jesús bara að blessa okkur hér í dag. Og Drottin, ég biði að bæja allri ógæfu og harmkvælum frá sérhverjum á einum hér í dag. Og ég biði Drottin að blessa enn frekar. Og Drottin, ég bið að þú hastir að átvargin, þann sem að reynir að naga burtu það sem að við eigum. Og það ekki vilji Guðs, Drottinn minn, að við séum líðandi skort eða slíkt, Drottinn minn, heldur að við höfum nóg, við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Þú segir það, við eigum ekki að hafa áhyggjur því að þú berð umhyggju fyrir okkur. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú berð umhyggju fyrir okkur og þegar við gefum hér í dag, þá það í trúar trausti á þig að þú bæði heyrir bæn og þú svara bæn. Og ég bið í Jesú nafni og allur líðurinn sagði amen og amen. Þjakaður af þungri byrði, þjáður kvalinn syndan Kristur Jesús kom og snart mig. Vék þá frá mér leið. Hann snart mig, hann snart mig og friður fyllti mína Hvað það gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsi. Fögnuðinn, ó Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig. Já, lof
það gerðist, ég veit það nú, já, hann snart mig og gaf mér trú. Syngjum við það saman einu svona kóri. Hann snart mig, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað það gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Þvílík lofgjörð hér í dag. Það er yfirflæði í andanum. Hvernig var að gefa þessum snillingum gott klapp? Og það var svo mikið rétt það sem að Rúnar sagði áðan. Þegar Drottinn kemur þá er það ekki bara fyrir gæsahúðina. Ég fann það bara hérna, það var eitthvað þvílíkt verk sem var að vinna hérna í lofgjörni hér í dag. Það var eins og að vera uppskurður, andlegur uppskurður í gangi. Og ég þrái að Guð lækni mig og ég vona við séum öll þar. Og þegar við tökum við orðinu hér á eftir, verum með opið hjarta, tökum við því sem að Guð vill gefa okkur hér í dag og leyfi því að skjóta rótum og bera mikinn ávöxt. Má ég heyra amen. Rísum á fætur og biðjum saman. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig hér í dag, Jesús. Ég bara lofa þig hér í dag.